Ok, aftur. Tölvu... Já, ok. Jæja, hvernig verður að rífa sig upp úr tölvunni, slökka sem tölvuleikjum og fara út. Það er miklu gáfulegra að vera úti heldur en að spila tölvuleiki allan daginn. Ég meina að þú veist, þið tölvusjúklarnir, þú veist, þið eru farin að kúka í pizzukassa og eitthvað. Hvað er málið með ykkur? Hættið tölvunni, þetta er versta uppfinning sem þið finnið er. Ok, sumir eru kannski að fela sig vegna eineltis eða eitthvað og vilja fela sig í tölvuleikin. Það er ekkert besta hugmyndin. Besta. Hérna, farið frekar á staðinn sem áhugamálin ykkar eru og stundið þau að fullum krafti og reynið svona að, þú veist, fara frá tölvuleikunum. Að þú veist, það er einhvers til vini sem að hérna einhvers til vini sem er að stunda sama áhugamál á þig og verðum við þessu ég kom ekki að dana tók upp en þið vinnir sem er að sama áhugamál á þig og það er miklu skemmtilegra og þið ræktið svona einhvern veginn líkamann ykkur á sál einhvern veginn þannig það er ekki hollt að hanga í tölvuleikum daginn út og daginn inn aftur upp og áfram upp og niður út á hlið en það er í rauninni ógeðslega ógáfulegt að vera að stunda tölvuleiki alltaf. Það er hræðilegt hvernig Íslendingar og íslenskir krakkar er þau. Ástæður krakkar svona latir í skóla er vegna þess að þau eru í tölvuleikjum þann daginn. Tölvuleikir. Þetta er bara pláa. Þið verið feit, það stelur ykkur vitunum, það eru vitsugur, samt ekki eins og vitsugur með Harry Potter. Þetta er önnur merking á ansins vitsuga. Þið voru bara vitlaust og ofbeldisfullt. Þið eru bara ofbeldisfullt á að byrja þessar tölvuleikir. Þessi tölvuleikir eru bara pláa. Það er út, gera eitthvað þar, farið í heimsókn, eitthvað, kringluna, eitthvað, bíó, leikhús. Það er allt skárra heldur en að vera í tölvunni. Þeir sem á hjólabretti og einhverjabretti, hætti tölvunni, út á brettið og farið að skeita. Það er bara, þú veist, gerið eitthvað annað en að sitja í tölvunni allan daginn. Tölvusjúklingar eru ekki sniðugur hópur. Það er bara hræðilegt að vera í tölvuleikjum allan daginn. Bara skelfing, alltaf lagi stundum, alltaf lagi þegar fólksveður er gott ekki tölvuleik. En þegar veðrið er gott eins og í dag, eða þú veist, þá er kannski rigning, þá bara klæða sér til veðri, drífa sig út, hreyfa sig fokkin raskatið eða eitthvað, afsakið í tölvbæði, og hérna, bara, hættið tölvuleikin. Bara gera fyrir mig, tölvuleikir er pláa, versta auðfinning sem til er, og hættið þessum tölvuleikja rugli. Halló, er heilin á okkur algjörlega, þú veist, þið er bara að sjóða ykkur heilan með þessum tölvuleikjum. Hann er gjörsamlega brunnin í gegn eða eitthvað. Hætti því. Hlustið að mig. Ég spila ekki tölvuleiki. Ég spila PlayStation tölvuleiki. Eitt er í 80%, eitt er áðunum bilaði. Það er Bandicoot og eitthvað. Svo spila Sims og eitthvað líka. PS. En þú veist, ég spila þetta ekkert alltaf. Það er svona aðalega yfir hátíðarnar. Og hérna, þú veist, ég hef ekki spilað tölvuleiki síðan, þú veist, langt síðan. Ég er alveg hættur að spila tölvuleiki. Ég spila ekki tölvuleiki. Mér finnst tölvuleikir, þú veist, bara asnalegir. Mér finnst þeir alltaf óraunverulegir, þú veist. Fólk hætti að pæla í raunveruleikann. Tölvuleikir eru algjörlega andstæða raunveruleikans. Svo allir skeiði. Svona þetta er út. Í tölvuleik myndi lita allt eins út. Ok. Ef þið hættið þessum tölvuleikja rugli, þá er þið miklu betri menn. Eða bara miklu betri. Slaka minnir. Og stelpur líka. Slaka á tölvuleiknum, farið út, hreyfið ykkur eitthvað, það svona áhugamálin ykkar. Því það er miklu betra heldur en að vera í tölvuleikjum allan daginn. Tölvuleikir eru pláa og ekkert annað.
Ég hvet ykkur til að slökkva tölvunni núna, ekki hafa þetta lengri bili, en þetta er baráttuvídeó. Og ég segi bara, fækkum tölvuleikjunum, fjölgum gáfunum. Takk fyrir.